Já, góðan daginn. Ég held að við byrjum bara núna. Velkomin á upplýsingafund Járngerðar mánudaginn 18. maí. Fundurinn er tekin upp og birtur á vef vikufrétta.vff.is. Kosningar fóru fram eins og við vitum öll helgina og kjörsókn í Grindavík var nú bara góð. 75,4% kjörsókn og nýir bæjarfulltrúar kosnir, 3 sem að sátu í fyrri bæjarstjórn og 4 nýir, Ásrún, Þorleifur, Inga Fanney, Guðbjörg, Hjálmar, Ómar Davíð og Magnús Már, og mig langar bara að byrja að óska þeim til hamingju með kjörið. Og allir þessir fulltrúar hafa fengið boð að taka þátt í upplýsingafundum Járngerðar, þannig að við hlökkum bara til að hafa ykkur með hér í framhaldinu. Kannski bara að velta boltanum á ykkur sem eruð hérna. Hvernig fór helgin fram hjá ykkur og eruð þið ánægð með kosninguna? Hérna Ómar Davíð og Inga Fanney allavega sem ég sé eru með okkur. Guðbjörg líka, já, Guðbjörg komin. Ég skal ríða á vaðið. Þetta bara var ljómandi gott og fór vel fram og bara allir kátir, og ég vil bara nota tækifærið og þakka öllum sem að kusu okkur og bara öllum Grindvíkingum fyrir aðstoðina. Þannig var það bara skemmtileg helgi. Já, ég ætla bara að taka undir með Ómari, bara ótrúlega þakklátt fyrir traustið og bara hlakka til að vinna með Grindvíkingum næstu 4 árin. Guðbjörg, þú ert á mute. Ég segi það sama, ég vil bara þakka kærlega fyrir stuðningin sem að við fengum. Og við erum ánægð með að hafa náð 3 fulltrúum inn og erum bara tilbúin í verkin sem eru framundan, þau eru ærin. Og það ríður mest á að hafa bara sem mesta og besta samvinnu í verkefnunum sem eru framundan. Þannig að það er það sem ég tek með mér í farteskinu og bara vil þakka öllum Grindvíkingum fyrir frábæran stuðning og það var gott og gaman að hitta svona marga, heyra í mörgum og þetta var bara frábær helgi. Glæsilegt, bara sammála því. Við ætlum náttúrulega að vinna Íslandsmeistaratitilinn á föstudaginn en það kemur í kvöld, en mikið af fólki í bænum bæði föstudag og laugardag. En hver er svona framvindan næstu daga? Í pólitíkinni þá, heldurðu? Já, svona, þú veist, já. Það eru svona þreifingar hafnar og þannig að það er allt bara í góðu ferli og körfuboltinn setur svona smástrik í þetta allt saman og það er bara gaman að geta steytt stundina við hann og í stemmingunni kringum hann. En við erum bara komin á ágætis skrið og framundan eru bara þessi verkefni sem við erum búin að vera að tala um á tímsfundunum. Það er að það eru húsnæðismálin sem að verða sett í öndvegi og það er að fá einhver svör. Það er bara það mikilvægasta allavega í mínum huga. Þannig að framundan er bara að mynda nýja og flotta bæjarstjórn, meiri hluta eða hvernig sem það fer nú allt saman og halda áfram vinnunni. Akkurat. Skarphéðinn, hvenær ljúkið þið störfum, Grindavíkurnefndin, og eruð þið í einhverjum svona verkefnum sem þið þurfið að koma frá ykkur á ykkur aðra eða hvernig staðan þar? Lögin Grindavíkurnefnd falla úr gildi næstu mánaðamót og það er ýmis verkefni sem að færast á annað.
þau verkefni sem lúta til þess fræðslumálum og öðru slíku sem að bæjarstjórn fór Grindavíkurnefnd á sín tíma færast náttúrulega eðlilega bara aftur til bæjarins. Það eru einhver verkefni sem að færast til einstakra ráðuneyta en svona að mestu leyti að þá bara lýkur þessum störfum nefndarinnar. Okay. Hérna, hvaða verkefni eru það sem fara til hvaða ráðuneyta, veistu það? Ég er nú ekki með, það er til dæmis eins og hérna, ég nefni bara jarðsprungu lokanir, það er verkefni sem að verða þá bara hjá og klárast á vegum forsætisráðuneytisins. Svo ég nefni nú eitthvað, það er hérna þetta verkefni sem er í gangi og ég hef farið yfir á þessum vettvangi á tveimur síðustu fundum og við kemur endurskoðun á fyrirkomulegu gerð áhættumats. Það er ætlað að hérna, ljúka því í lok júní og það klárast þá bara hjá forsætisráðuneytinu. En ég man nú ekki eftir öðru svona í fljótu bragði. Ok, takk fyrir. Einar Sveinn, hvernig hérna standa málin hjá ykkur í slökkviliðinu? Þið eruð með sólarhringsvakt, er það ekki eins og sagt standa? Jú, við erum með sólarhringsvakt og það verður óbreytt út þetta ár. Við erum með samning við stjórnvöld til áramóta og vonandi verður bara áframhald af því. Sinnum erum með sólarhringsvakt og tökum eftirlitshringi jafnt og þéttum allan sólarhringinn og fylgjumst með girðingum og viðhöldum því og færum og ásamt öllum öðrum verkefnum og það hefur verið töluvert meira að gera en ég bjóst svo sem við í upphafi en flestir eru svona til fyrirmyndar umgengni og við þurfum bara að bera virðingu fyrir örygginu og öryggismál er ekki bara okkar mál, heldur okkar allra, þannig að við þurfum að gera þetta saman og það gengur bara vel, það hefur aðeins verið að fjölga í gistingu í bænum svona þegar sólin er hátt og kosningar og annað og við teljum ennþá einu sinni í viku og höldum utan um það. Annars gengur þetta bara mjög vel. Frábært. Og þið teljið fólk sem er að dvelja í bænum þá yfir nótt? Já, við förum á nóttu til, förum og teljum í þeim húsum sem gistir í og það sem eru bílar og við og mínu menn eru búin að spotta það út svo sem hvar er verið að gista og þannig við höldum nákvæma skrá yfir það og getum flett það upp. Ef eitthvað kemur upp þá vitum við svona með örlitlum skekkjumörkum hvar fólk býr og hverjir eru. Við erum kannast svona flesta. Þannig við höldum nákvæmt utan um það. Já, ok. Já, flott. En þessar upplýsingar sem þið takið saman, hafa ykkur verið að sækjast eftir þeim upplýsingum eins og til dæmis Stórkatla? Nei, þetta er ekki gögn til afritunar fyrir neitt annað en bara okkur og lögregla. Hún getur haft aðgang að þessu en þetta er ekki til dreifingar. Já, þannig að þetta er fyrst og fremst öryggisins vegna sem þið eruð að telja. Já, þetta er bara fyrir okkar sjálfa þegar við þurfum bara að halda utan hverjir í bænum og ef það kemur til atburðar þá þurfum við að vita nákvæmlega hvar allir eru og fjölda og aðstöðu annað. Þannig að þetta er eingöngu trúnaðargögn sem að nýtast okkur einhverjum öðrum. Já, flott. Glæsilegt. Ámi, sólmyrkvinn í sumar hjá ykkur í Bláalóninu. Er mikil ásókn til ykkar vegna hans? Já, ég held að það sé allt orðið fullt hjá okkur. Þannig að við erum í samráðshóp eins og kannski ykkur yfir Reykjanesið og svo sem haldið utan fyrir all landi líka, eða stærsta landsins. Við tekið þátt í því og erum inn í þessum vegalokunum og því sem að snýra Reykjanesi. Já. Þetta er náttúrulega all gisting eins og þegar við heyrti fréttum, all gisting er uppseld
og mikill atburður, sérstaklega fyrir ferðaþjónustuna. Ok. Og sem sagt, með vegalokanirnar, verða eitthvað skipulagðar ferðir frá Bláa lóninu? Nei, ég held að við séum ekki með skipulagðar ferðir. Ég sem ekki alveg að það á hreinu. Ég held að við séum ekki með þær. Nei. Meira halda utan um fólki sem er hérna á hótelum hjá okkur og svo sem kemur á baðstæðinu. Svo er þess að vegalokanir alltaf stýrðar bara af lögreglu og almannavörnum. Þannig að það verður gefið út sannlega núna fljótlega hvaða loka, hvort það er einstefnur á þessum vegum í kringum okkur, á Nesvegurinn og Einar kannski þekkir það betur, eða Amanda betur. Já, það verður engar ferðatakmarkir í kringu Grindavík, hvorki einstefna né annað, en það má búast við gríðarlegum fjölda af bílum og fólki. Og við verðum með utanvegarhlaup hérna í kringu Grindavík á þessum tíma og það er brúðkaup upp á Krókamýri og svona alls konar atburðir sem eru hérna í kring, en það verður töluvert umleikis og ég held að flestar tún út á Reykjanesi upphönduð af ferðaþjónustuaðilum og rútufyrirtækjum. Þannig að það má búast til miklu mannfjölda á þessum tíma sem munu koma og vilja horfa á þetta, en ég vil líka bara minna fólk á það. Þetta sést alveg líka í garðinum heima við fólki, þannig að Íslendingar þurfu ekki að fara langa leið til þess að hjá þetta, við megum ekki alveg við því að fá mörg þúsund manns í kringu Grindavík. Þannig að það er hægt að sjá þetta án þess að leggja mikið á sig. Já. Það er það verður ekki suðaustan rók og rigning. Það var allt fyrir bí. Það verður myrkur, hvað sem er. Já. Utanvegarhlaupið, er það á hvers vegum er það? Veistu það? Nei, ekki nákvæmlega. Þetta er allavega auglýst á hlaup.is og það er einhver aðalar þar fyrir aftan sem eru að reisera því. Ég er ekki komin og djúpt í það mál. Nei, kannski ekki heldur á þínum snærum, en já, er einhverju fleiri sem vilja kalla eftir upplýsingum eða... Erum við hérna? Já. Já. Ég ætla bara að bjóða að óska nýjum bæjarfulltrúum til hamingju með kjörið. Þetta sé byrja með heppina að fá hópur af reyndum og ungu fólki og þetta reynsla sem meir en yngdómurinn og það er bara gott í sem er núna. Ég held að verkefni hljóta að vera núna með tímasetningar að áhættum að til nýja sem að verður ekki tilbúið í lok júní. Og hættan er svo að fólk bíði með að breyta ákvörðun sinni þangað til og það er bara orðið allt of seint og búið að slátra sumrinu. Þannig að ég veit að þið vitið þetta allt saman, bara ítrekka það að ef það verður ekki að koma svör frá fólköllu og leyfi til þess að fara að fólk fá að máta sig í sumar, þó þau geti ekki sagt til að tekur við í ágúst. Þá er þeim bara að taka stað sem að við unna því að tefja þetta og komið fyrir að opna tækja það sem við erum að gera. Ég held að þau eru alveg fulla athygli á þann bolta. Það er sérstakt að fasteignafélagið okkar sé orðið sterkari en almannavarnir og það er svo sérstakt að hafa utanvegarhlaup. Við höfum verið að tala annað jarðvegurinn innan garða sé í lagi. Utanvegarhlaup sjónarmið getur rosalega vel inn í þá umræðu sem við höfum verið að tala öryggismál. En það til öryggismála þá er verið að boða ég hef ekki þannig heiður að boða að vera í einum hópi af þessari áhættumati sem að liggur fyrir að gera og fengt það með þau. Og þannig að hættan hjá okkur er núna svo að áhættumati tefji Þórkötlu og Þórkötlu tefji Dölina. Þannig að svo ég heldur bara áfram að leið líka inn og hvað er einhverju fleiri, er eitthvað vitaskarpi, hverju eru fleiri að Grindvíkingur boðar inn í þennan áhættu, þetta nýja bræðum þessu áhættumat sem að ég líka vistu okkur með það. Já, ég get sagt ýmislegt það það er
það verið að kalla til nokkra tugi manna í þessa vinnu og fjölmarga úr Grindavík, atvinnulífi, veitustarfsemi. Við eðlilega biðum við fram yfir helgi með að senda post á nýja bæjarstjórn. Við vissum ekki alveg hvernig þessar kosningar myndu fara en það ætti annaðhvort í dag og morgun að fara út og svo eru eðli máls samkvæmt allir viðbragðsaðilar og allt svoleiðis í þessu, þannig að það eru einhverjir tugir manna, ég veit ekki, 30-40 og þetta eru bæði afmarkaðar vinnustofur í einstökum málaflokkum en líka síðan þessi sameiginlega 2 daga vinnustofa sem að Alþjóðabankinn mun halda utanum og hún fer fram 18. og 19. júní og það verið að fara yfir hvernig það verður mannað en hún verður fyrirsjónlega nokkuð fjölmenn. Varðandi tímasetningar á áhættumati, það eins og ég hef farið yfir að þá hefur verið að fara yfir aðferðafræðin og þá annmarka sem hefur verið bent á varðandi gerð á því áhættumati sem hefur verið unnið og það er svo mikið einhver aukahljóð hérna og en það er ekki þannig að gera áhættumats bíði eitthvað sérstaklega eftir þessari vinnu ljúki. Það er gert ráð fyrir eins og segja að það komi út úr þessu í lok júní og það farið þá til þeirra sem eru að útbúa áhættumati hverju sem það nú er það. Við erum ekki í einhver sérstöku samkrulli með Þórköllu varðandi þessa vinnu. Það er þannig að við vitum svo sem ekkert hvort að Þórkall er að bíða eftir því að þessari vinnu ljúki eða ekki. Við höfum ekkert heyrt í þeim varðandi það. Takk. Það náttúrulega liggur fyrir, ég veit að þeir gefa ekki út neitt, tilkynna ekkert, en eins og þeir hafa gefið út að þeir bera ábyrgð á því að það sé á margir í bænum og geta fallið sér á bakvið það áhættumat sem að þá svo umræða sem er í gangi. Þannig að fyrir nýja bæjarfulltrúa er náttúrulega bara það að óa því öllum árum og með allan þann kraft sem henn eiga að brúa bili strax fram í ágúst og hvað sem verður það ofan á þá hafa menn meiri grunn til að taka ákvarðanir framhald til. Þannig að bara ítreka það. Þetta er, ef ég verði hérna bæjarfulltrúi og ég veit að það er þannig, fyrsta málið er náttúrulega bara er Þórkatla og að hleypa fólki í húsin sín í Grindavík. Takk. Takk fyrir. Guðbjörg, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir mig. Ég sammálaði Pétur og varðandi þetta Skarphéðina að þetta bréf fer út, þú segir áðan að Grindavíkurnefnd ljúki störfum í lok mánaðarins en þið eruð að boða til þessa fundar í júní. Já, eins og ég hef sagt nokkrum sinnum, þetta er verkefni sem sem er stofnað til af Grindavíkurnefnd. Það verður séð til þess að verkefni verði klárað, það verður klárað fyrir lok júní og við erum í samstarfi við fjölmarga aðila varðandi það. Þannig að þetta verkefni getur alveg klárast þó að Grindavíkurnefnd hafi lokið störfum. Voru ekki til nægar upplýsingar til þess að hraða þessu ferli? Nú þið búin að tala við atvinnurekendur, þeir eru búin að tala við bæjarfulltrúa, þeir eru búin að tala við okkur í Játgerði, búin að tala við mismunandi hópa og skýrslur eru 2, bæði frá Alþjóðabankanum og ykkur í Grindavíkurnefnd. Var ekki módelið bara komið? Þarf að fara aftur í vinnuna að tala við fólkið? Já, eins og ég farið í gegnum varðandi það hvernig þetta verkefni er lagt upp,
að þá erum við að fá sérfræðinga á þessu sviði til þess að halda utan um það hvernig eigi eða hvaða ábendingar það eru. Það liggur alveg fyrir vilji til þess og stefnum það að þetta áhættumat sé áfram unnið með notkun á þessum alþjóðlegu stöðlum eftir þessum alþjóðlegu viðurkenndu aðferðum. Það hafa verið ábendingur um það að það við skort eitthvað á að sjónarmið eða þekking eða annað að það rati inn í þessa vinnu og það hefur verið þá að fara yfir það hvernig það á að gerast. Það hefur líka komið ábendingur um það að það sé eigi að vinna með og sé ástæða til þess að vinna með ásættanlega áhættu og ásættanlega áhættu fyrir mismunandi hópa og það hefur verið að reyna að taka það inn í þetta. Það hefur einhver leyti verið gert en það má ganga miklu lengra í því og gera það skýrara. Það má líka vera ganga lengra með að notast við skýra tölulega mælikvarða í áhættumatinu og þetta það sem verið að reyna að gera. Þetta hefur ekki verið í þessum samtölum sem þú vísar til, Guðbjörg, þá hefur þetta ekki verið það sem hefur verið fjallað um. Það er verið að reyna að vinna úr þessu með einhverjum skipulegum hætti og það er gert svona. En nú almannavarnanefnd byrjuð og er byrjuð á þessari vinnu. Er hún ekki með inn í þessari vinnu hjá ykkur? Jú, sannarlega. Já, ok. Nei, við áttum ítarlegan fund með almannavarnanefnd Grindavíkur og fórum yfir hvað við værum að gera og hvaða sérfræðingar væru fengnir til að vinna í þessu og þannig að almannavarnanefnd Grindavíkur algjörlega upplýst um það allt saman. Já, bara upplýst. Hún er ekki að stýra verkefninu með ykkur. Hún er bara upplýst. Hvað áttu við með það ef almannavarnanefnd Grindavíkur vill koma með ákveðna hætti að þessari vinnu, þá er það guð velkomið. Það voru, eins og ég farið í gegnum, að þá höfum við fengið sérfræðinga til þess að vinna í því. Verkfræðistofu til þess að halda utan um þessa endurskoðun. Við höfum kallað til sérfræðinga frá Alþjóðabankanum og síðan eru fullt af aðilum sem að koma að því og þetta gengur þannig fyrir sig að það er verið að draga saman alla þessa þekkingu og öll þessi sjónarmið og síðan að koma því inn í þetta ferli sem að gerð áhættumats og grundvelli þessar alþjóðlegu staðla byggir á. Í lokin vil ég segja eða frá mér í sambandi við þetta, Pétur, að ég get alveg fullvissað um það að við öll bæjarfulltrúar og nýkjörnir við förum beint í húsnæðismálin. Við erum búin að tala okkur þar saman, algjörlega. Takk fyrir Og það er bara varðandi húsnæðismálin, bara til að segja það sko, það er ekkert í skýrslu Grindavíkurnefndar sem mælir á móti gerð gistisamninga sko. Nei, ég veit. Og ekki heldur í þessari vinnu varðandi áhættumati svo misikurutum. Það kom inn í varðandi, ég veit að við erum að tala við Guðbjörg er það að flækjan í þessu áhættumati sem við erum að tala núna er bara svipað og var í Grindavíkurskýrslunni að allir þessi félagslegu þættir sem eru voru gjalda verðir eru, ég held að sé svona nokkurn veginn ljóst hvernig verður tekið á þeim og hvað það passar. Það sem við erum alltaf að kalla eftir er það að hvar eru hættur fyrir fólk og börn í Grindavík að ganga göturnar í sumar. Hvaða hætta er þar? Hver getur sagt, ok, það er engar sjáanlegar hættur á jarðveginum í Grindavík. Hvar eru hættur á því að vera inn í Grindavík? Og fyrir utan alla þá vinnu sem er eftir í hennu félagslega. Þannig að ef ég skil Guðbjörgur rétt, þá er þessi vinna núna sem er, sem áhyggjur að mínum það hefði ekki tekið skemmri tíma að svara því jarðvegurinn í lagi fyrir börn og við vitum að öllum hinnu félagslega þáttum og öllum hinnu sálrænu áhrifum allt það og menn að manna sig upp í það og
En það alveg klárt að Þórkatla að nota, þó að sé ekki beint samband, þá nýtir Þórkatla eða ríkisstjórnin eða forsætisráðuneytið þetta óljósa hættumat til að meina okkur inngangu í bæinn. En stóra málið bara það, við verðum bara að fá endurskoðun á það og við vitum að yfirlýsingu það að jarðvegurinn í Grindavík og það eru engar sjáanlegar hættur í sumar að ganga göturnar í Grindavík. Þetta eiginlega stóra málið en öll vinna félagslega skoðanir og allt alveg búið að vera þar. Takk fyrir. Ómar Davíð, gjörðu svo vel. Já, takk. Skarphéðinn. Og skildi ég þið rétt, er verið að fara að vinna það núna fyrst einhvern miðjan júní, hvernig þið ætlaði að gera áhættumatið og svo verða kallaðir menn að þessu, eða hvað? Ómar, Býtulega mér aðeins að klára. Já. Og svo í öðru lagi, hvaða verkfræðistofa er að fara að sjá þetta fyrir ykkur? Er það örugg eða? Ég get alveg, á 2 síðustu fundum hefur farið ítarlega í gegnum þetta, nákvæmlega hvernig þessi vinna er strúktúreruð og hvað kom út úr henni. Ég get farið í gegnum það aftur. Það er sem sagt núna á tímabilinu frá því slemmið þessum mánuði og til loka júní fer fram vinna sem gengur út á það að endurskoða hvernig unnið að gerð áhættumats, þar sem tekið inn allar þær gagnrýnisraddir sem hafa verið. Það eru gagnrýnisraddir úr samfélaginu, að gagnrýni eða ábendingar í skýrslu Alþjóðabankans og fleiri sjónarmið sem hafa komið að þessu. Ætlunin og ég held að það sé engin ágreiningur það hjá neinum að áfram sé gert áhættumat á grundvelli þessar alþjóðlegu staðla sem notast við, en að tryggja það að öll þessi sjónarmið þau komi inn í þetta og þessari vinnu verður lokið í lok júní, bara eins og hefur verið talað á 2 síðustu fundum í þessum hópi og víðar svo sem. Hluti af því eru fundir og vinnustofur þessara hópa sem er búið að rekja það eru hópar úr samfélaginu, fræðslumálum, félagsmálum og svo framvegis, það er atvinnulífið, það eru veitur, það eru viðbragðsaðilar, það er bæjarfélagið og þeir sem því stýra og kalla eftir þessu. Síðan er hluti af þessu ferli líka 2 daga vinnustofa sem Alþjóðabankinn mun annast og halda utanum. Það er svona stærri útgáfa þeirri vinnustofu sem framfór þegar Alþjóðabankinn var í mars. Þetta allt sem hefur verið dregið saman í eitthvert álit, umsjón eða sérfræðið þjónusta varðandi þetta verkefni er verkís að annast og síðan en það hver muni vinna síðan áhættumatið þegar að því kemur, það bara veit ég ekki. Það liggur ekkert fyrir hvort að það er örugg eða einhver annar. Það er allavega ekki í höndum Grindavíkurnefndar að ákveða það. Þannig að í byrjun júlí erum við bara á byrjunarreit. Nei, við erum ekki á neinum byrjunarreit í byrjun júlí. Skarphéðinn, við erum með mann sem gerir áhættumatið í dag. Var ekki hægt að bara breyta því örlítið og setja fleiri þætti þar inn í, þar sem eru teknir inn í allar varnirnar okkar og allt? Það er bara að byrja á þessu alveg frá grunni og kalla ykkur alþjóðabanka að þessu og eitthvað. Þetta er bara til þess að tefja. Þetta er ekkert annað. Þetta er ekki til þess að tefja. Þið eru bara að reyna að hafa af okkur sumarið. Nei. Það er ég bara hafna því algjörlega og ég hafna því algjörlega að þessi vinna sé eitthvað til þess að tefja eða hafa áhrif á það hvort að Þórkatla gerir gistisamninga. Þetta er bara algjörlega. Það getur ekki tekið heilan mánuð að búa til svona áhættumat. Nei, en vinna við gerð áhættumats heldur bara áfram og það má vel vera að menn sjá ástæðu til þess að gefa út uppfært áhættumat eins og það hefur verið gert einhvern tímann á næstu vikum.
Þetta var bara eftir að býta ykkur í raskati þegar þið farið að reyna að selja okkur eignirnar aftur. Þá vill enginn koma heima því að þið klúðruðu sumrinu. Það bara svoleiðis. Það þekki ég ekki, en hérna, það full ástæða til þess að gera þetta, telja menn að hérna uppfæra það hvernig staðið að gera áhættumatsins. Gefa hérna Sólveigu orðið og hérna í lokin, gjörðu svo vel Sólveig. Já, takk. Mér langar bara aðeins að tala þennan staðal. Ef menn að segja að þetta sé eitthvað sem að menn sammála ég með hann hérna fyrir fram að mig. Sko, þetta bara hugtök sem að verið að tala í þessum staðli og reyna að setja þetta fram í einhver svona myndrænum hætti með einhverjum örvum og svoleiðis. Og þetta svo sem allt gott og gilt sko, sem að kemur fram, þessi hugtök sem hérna. En það þarf náttúrulega að skoða fyrir áhættumat, þá þarf að taka alveg, hvaða breytur erum við að horfa á? Við erum að tala hraunrennsli, við erum að tala hvar kemur hraunuð upp í byrjun, hvað langur tími og svo framvegis. Þessi staðall dekkar það ekki. Það alveg sama hvort eldgos eða jarðskjálfta eða hvað sem Þannig að þessi staðall mun aldrei duga í heild sinni til þess að takast á við að búa til áhættumat. Það þarf að fara dýpra í alveg nákvæmlega hvaða náttúruvár verið að tala Mér langar bara að benda á það. Takk. Það ekki nokkurn veginn í línu við það sem ég var að fjalla að það þarf að draga þá inn fleiri atriði ef að menn telja að það sé ekki nægilegt það sem hafi verið inn í áhættumat eða gerð áhættumatsins fram til þessa? Já, menn eru nú búin að vera að gera athugasemdir við áhættumatið í meira en ár og eins og Ómar Davíð kom inn á áðan að þá eins og við séum stödd á byrjunarreit. Þannig að maður bara spyr sig hvað orðið í gangi? Já. Það hafa verið gerðar ýmsar breytingar og uppfærslur á áhættumatinu hérna á þessu ári sem nú vísa til. Já, ég held að hægt að sleppa hérna einhvern tímann og settur bara inn vitlausa dagsetningu held ég. Já. Akkurat. Hvaða nafn sagðirðu? Ég segi Sólveig, gjörðu svo vel. Já, ég ætlaði bara að segja stund að þessum hugtökum skipta engu máli. Og mætti alveg, held ég, horfa framhjá þessum staðli og fara að horfa bara á breyturnar, sem á áhættumatinu hættumatinu, þarna frá veðurstofunni, sprunguföll og allt þetta, En já, takk. Já, Birna, gjörðu svo vel. Já, sæl ég nú aðeins að breyta umræðefni því ég vissi ekki hvað var mikið eftir af fundinum. En mér langaði að upplýsa ykkur það sem að kannski fari stundum krísuvíkuleiðina að við erum byrjuð á öðrum áfanga í rannsóknarborunum á Krísuvíkursvæðinu og vinna hafin við gerð borteiks norðan við Bleikhól sem bara skammt frá Kleifarvatni eða liggur við Kleifarvatn. Og bara svo að fólk sé meðvitað hvað þar í gangi. Fyrsta rannsóknarholan var boruð í fyrra sumar eins og þið eigið að þekkja og við Sveifluháls og nú erum við að færa okkur nær Kleifarvatni. Þar verða 2 rannsóknarholur boraðar frá einum borteig. Þannig að framkvæmdir við þetta eru hafnar. Því til viðbótar erum við að byrja að afkasta mæla holuna frá því í fyrra sumar. Þess að við Sveifluháls og það má reikna með því að í næstu viku, mögulega í byrjun næstu viku hefjum við svona blástur á holunni. Þið kannist við það eins og var í eldvörpum daginn. Þá semst ekki hafið eldgos heldur holan að blása með tilheyrandi gufustrókum og þá væntanlega einhverjum hávaða. En bara svo að þið sem eru svo vel tengt allt vitið af þessum framkvæmdum og þetta auðvitað allt bóta og
verið að leita heitu vatni og orku fyrir okkur öll. Vildi bara segja ykkur frá þessu að því ég verð ekki með ykkur næsta mánudag. Takk. Segðu mig Birna, eru þið inn í kverkinni við Bleikhól? Sem sagt, norðanmegin við Bleikhól? Við erum norðanmegin sem sagt við Bleikhól og það er svolítið undirlendið þarna. Og þetta bara alveg við veginn. Það fer ekkert á milli mala. En svo eru þið náttúrulega að byrjuð raunverulega að kanna baðstofugili betur. Já, við erum þarna, við erum í rauninni bara, þetta bara önnur borunin í þessum rannsóknarfasa. Hinn við Sveifluháls, bara alveg við Sveinshús og... Já, það kallaði baðstofugil. Já, við erum ekki beint inn í gilinu, við erum framan við hálsinn. Já, ok. Takk og verður spennandi að sjá hvað þar kemur upp en sú hóla ein og sér dugir ekki til þess að rannsaka svæðið til hlítar og þess vegna förum við yfir í hinn jaðarinn á svæðinu til þess að stefnubora þar undir í rauninni kannski einhverju leyti í átt að Sveifluhálsi til þess að kanna svæðið betur. Þetta náttúrulega í Hafnarfjarðarlandi, þannig að þar öll leiðin koma þaðan. En ég bara upplýsa ykkur að því að ég kannski leið þarna og getið þess vegna orðið vör við bæði framkvæmdirnar og mögulega strókana. En ekki meira. Flott, gott að heyra. Það kom upp mitt síðast smá margir veltu fyrir sér af hverju reykurinn stafaði sem var þarna upp í eldvörpum. En næsta mánudag annarri hvítasunnu þannig að það verður ekki fundur þá, þannig að það verður næsti fundur 1. júní. Skarpinn, þetta þá síðasti fundurinn sem þið í Grindavíkurnefndin eru með okkur? Já. Já, þá ætlum bara þakka þér fyrir að mæta á fundina hjá okkur í Oddgerði í vetur og bara segja áfram Grindavík í kvöld. Sjáumst 1. júní. Takk. Áfram Grindavík. Já, áfram Grindavík. Takk fyrir. Bless. Takk fyrir. Bless.